Nú ætlum við aðeins að skoða frumþáttun. Ég ætla að sýna ykkur ákveðna uppsetningu. Það er hægt að setja þetta upp á fleiri en einn veg. Næsta vídeo hérna á eftir, sem heitir frumþáttun 2, að það er í raun bara nákvæmlega það sama, bara aðeins önnur uppsetning. Við ætlum að frumþátta tölunar hérna. Þetta eru nokkuð margar tölur. Og þegar ég frumþátta þá er ég að finna þætti þar sem að minnstakosti annar þátturinn er frumtala. Og þá þarf ég að byrja á að vita hvað eru frumtölur. Frumtölur eru tölur sem hafa enga þætti nema einn og sjálfan sig. Einn er margföldunar hlutleysa og það breytir engu þó við margföldum með einum. Þannig að við teljum einn eiginlega ekki með. Þannig að fyrsta frumtalan er 2. Síðan er það 3, af því það er engin tala önnur en 1 sem gengur upp í 3. 4 er ekki frumtala vegna þess að 2 gengur upp í 4 og í raun getum við útilokað allar sléttara tölur eftir þetta því að 2 gengur upp í þær allar. 5 er frumtala, ekki 6 því það er sléttala, 7 er frumtala, ekki 8 því það er sléttala, 9 er ekki frumtala því að 3 og 3 eru 9, 10 er sléttala, 11 er frumtala, 13 er frumtala, nú ætlum ég að fara að hlaupa bara á 8-tölunum, 15 ekki því að 3 og 5 eru 15, 17 er frumtala og 19. Þið getið flett upp bara á netinu ef þið viljið sjá lengri runu yfir frumtölunar. Til þess að leysa dæmið sem við erum með hér, þurfum við ekki fleiri tölur en þetta. Við erum kannski aðeins stærri í síðustu en þetta kemur í ljós á eftir. Nú skulum við leysa þetta og ég byrja alltaf neðst. Get ég gert 2 sinnum? Já, ég get gert 2 sinnum 15. Og þá skoða ég bara 15 því að 2 er frumþáttur. Get ég búið til 2 sinnum eitthvað og búið til 15? Nei. Þá skoða ég næstu. Get ég gert 3 sinnum? Já, 3 sinnum 5. Og þá er ég komin með frumþættina mína sem eru 2, 3 og 5. Enda get ég skrifa tölun upp sem margfölduna 2 sinnum 3 sinnum 5 og þá fæ ég 30. Síðan get ég fundið alla þættina með því að raða þessum frumþáttum upp í mismunandi röð og fundið þannig alla þættina. Þetta eru frumþættirnir, þættirnir geta verið mikið fleiri. 154, 2 sinnum 77. Ég get ekki gert 2 sinnum í 77, ekki 3 sinnum, ekki 5 sinnum, en ég get gert 7 sinnum og það er 7 sinnum 11. Þetta eru þá frumþættirnir því ég er komið og leið og síðasta talan verður frumtala, þá veit ég að ég get hætt. Ég get skrifað þetta upp sem margfölduna 2 sinnum 7 sinnum 11. 323, get ég gert 2 sinnum? Nei. Get ég gert 3 sinnum? Nei. 5 sinnum? Nei. Get ég gert 7 sinnum? Nei. 11 sinnum? Nei. 13 sinnum? Nei. Get ég gert 17 sinnum? Já. 17 sinnum 19. Hér fæ ég bara strax frumþættina, því þetta eru bæði frumtölur. Þetta er 17 sinnum 19. Ég er ekki alltaf með svona fáa frumþætti, skulum skoða næsta. Get ég gert 2 sinnum? Já, 2 sinnum 512. Get ég gert 2 sinnum? Já, 2 sinnum 256. Get ég gert 2 sinnum? Já, 2 sinnum 128. Þið megið nota vasareikning svona til að flýta fyrir ykkur. Get ég gert 2 sinnum? Já, 2 sinnum 64. Get ég gert 2 sinnum? Já, 2 sinnum 32. 2 sinnum 16. 2 sinnum 8. 2 sinnum 4. Sem er 2 sinnum 2. Þetta eru rosalega margir tvistar. En þið sjáu, það kom út úr þessu ekkert nema tvistar. Við varum að telja þá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tvistar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Þetta get ég skrifað upp sem 2 í 10. veldi, af því að ég margfaldi þetta, eða skrifa bara 2 sinnum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 499. 2 gengur ekki, ekki 3, ekki 5, ekki 7, ekki 11, ekki 13, ekki 17, ekki 19 og ekki einu sinni næsta frumtala þar fyrir ofan sem er 23. Og þá er ég komin nálægt í og þá er ég fann að sjá að ég er fann að fá út næstu því 23 út þegar ég prófa að segja að 499 deilt með þetta er frumtala. Þegar ég finn enga frumþætti þá er talan frumtala. Og þegar ég er komin upp þannig að ég sé að fá út svipa háar tölur þegar ég deili, þá get ég hætt. Því að eins og ég talaði áður, þá förum við að fá bara öfuga tölu upp aftur. En svona finnum við frumþætti.